Tindaselir komnir í gang og Svenni byrjar með vatnssopa. Já, ég fæ mér eitt Fennebranka. Eitt Fernet, drykkur vikunar, tilkynnum það bara leið. Fennebranka, í bóði Mekka, og þú svona búin að kíkja aðeins út í vikunni. Já. Smá, eða svona aðeins. Ég fór út eftir síðast þátt. Já. Nú þeir aðeins að fara í gegnum vikunum mína. Já, þetta er nefnilega búið að vera vika, sko. Já, að því ég fór út sko síðasta miðvikudag, þá ákvaði ég, tók ég þessu ákvörðun að vakna og fara í gegnum daginn, það er alltaf svona töluvert drukkin. Þú líka vaknaðir svo ferskur. Já. Og þú varst í svo góðu stuði. Það lá vel á mér. Mjög. Já. Og það sniðuga við þetta er líka, að í staðin fyrir að sko, þegar maður þarf að reyna að rífa sig í gang fyrir einhverja drykkju, þá verður aldrei gaman. Þannig það er úrst að sniðugt bara að vakna og hugsa bara í dag er dagurinn. Já, þetta er svona alltaf sísta moment. Skyndi ákvörðun. Já. Þannig að ég kem hérna inn og hugsa bara ég ætla þetta og ég drakk held í 4 bjóra yfir þættinum og fekk mér smá mikið Gentleman Jack sem að drikku vikuna þá. Hann líka rennur vel sá drikkur. Og sko. Þannig að þegar við erum búnir að taka upp að þá er ég orðin bara alltaf fullur. Já. En lá vel á. Já, bara geggjustu. Já. Þannig ég þannig ég var eitthvað svona þvæla sprum og eitthvað, endaði svo satt hérna daldið, hitti mikið að skemmtilegu fólki, ákveði að skrá mig í tennis. Ok, bara all in í tennis. Já, með Ólöf Skafta, vinkunum minni. Já, ok. Og þannig að ég ákveði að skrá mig í tennis, hún er að spá í að reyna að verða sko forseti tennissambandsins. Og á hún séns í það? Já, hún er að hitta maðurinn sem hún er með í dag, Magnús, að hann er forseti. Ok, hún ætlar að... Þannig að þetta er svona bara skipta stól. Steipa honum af stóli. Já. Svo var ég komin mjög langt í þetta við einhvað því að sko, þú veist, er þið ekki bara forseti ISI, íþróttasambands, ég var komin mjög langt í þetta mótana. Einmitt. Þannig að ég var að byrja eitthvað að spá í því og svo fór ég bara við þvældisum, fór heim sjölið. Þú náðir því? Já, en það er líka því að þá fannst mér svo klukkan væri svona miðnætti. Manstu, við mátt talað þetta, að dagdrykka getur klikkað. Já. Þarna klikkaði hann ekki. Og þannig að ég dreif þá heim, en það er líka vegna að ég var komin í þetta geðrófs ástand sem að dagdrykki getur orðið. Já. Það er þetta, sko, þú ert orðin svo drukkin og þú fattar ekki tímann, sko, hvað klukkan er. Já, en samt jákvætt, sko. Já, í staðan fyrir að halda áfram, sko. Já. Nei, það hefði farið óöfni. Það hefði verið erfitt, sko. Já. En svo fyndið þau á jamminu, sko, að skrási í tennis, að, sko, það er allt svo góð hugmynd náttúrulega í klassi. Já, sko, ég ætla að kaupa með spaða. Já, ég er í padel, sko. Þú ert í padel, ég á spaða. Já. En, sko, er padelspaði og tennisspaði saman? Nei, en sko, það væri gott að geta fengið í padel, þegar okkur vantar oft aukamann. Og ef þú kann tennis, þá er Sidekick, ég kann ekki tennis, sko. Já, þegar þú verður maestro. Ég er góður í tennis, sem að tekur mjög snögg. Þegar ég er forseti tennisklúbsins, þá mætur í padel. Ég er búin að taka Ólöf Skafta og fleginni. Einmitt, bara gangiði vel, Ólöf. Já. Svenni eru eftir þessu. Býttu bara, hann mun ná flottri sveiflu. Þú er bara eina æfingu. Ein sveifla. Það fyrst að byrja mig fara með stjórn. Já. Stjórnandi. En svo rúlaru heim bara að snemma og það er ákveðið afrek út af fyrir sig. Það er bara frábært afrek út af fyrir sig. Og þarna og svo er ég eitthvað svona þvælis í brum. Hvernig var þessi vika mín eiginlega? Sko, þú hefur vaknað á 5. deginum ryðgaður gerir ráð fyrir. Já. Já, þá fór ég og fekk mér þarna, þá kíkti ég á snaps. Þá ferði á snaps? Ok, það farið í fáum brunns. Sem er orðin svo smá uppáhals. Segi ekki uppáhalds, en það er stemning yfir því. Þannig ég setti sér barinn, fekk mér egg benedict og hún setti þín. Já, það ekki. Jú. Þetta er uppáhalds, sko. Þetta fíla Danni. Og er gott starfsfólk þarna og svona, er gott væp? Nei, þú veist, jú, þau meina vel. Já. En það pirra mig, sko, ég ætla að fara bara út í það, að það pirra mig smá þegar það er ekki einn Íslendingur á vaktinni. Ég ætla að spyrja, sko, er einhver Íslendingur að vinna þarna? Og ekki það, þau eru bara öll velmeinandi og mikil Austur-Evrópa, eða þú veist einhver þannig aðri, eins og bara er. En já, mér finnst smá svona örlítið vant upp á þegar þú veist, það vantar, þegar mér finnst bara að hafa einn, þú veist, allavega íslensku mælandi, mér er drullu sama. Hvaðan þú ert. Hvaðan liðið er, sko, mér gæti ekki staðið meira sama. 100% sammála. En
þú veist, að það sé allavega, þú veist, einmitt, íslensku mælandi skiptir máli. Tökum gott dæmi, nú erum við með sko, að mínum mati, eitt besta veitingastjóri á Íslandi, sem heitir Irma og er veitingastjóri á Skál. Já. Hún er búin að búa hérna í þó nokkuð mörg ár. Hún, þú veist, talar oftast ensku, en hún er samt alveg reybrennandi, finnst mér, á íslensku. Já, hún hendir í íslenskuna. Ég menn, hún, þú veist, ég veit alveg þegar hún hittir íslensk ból sem að, hún grípur alveg íslensku. Já. Og þannig að þetta svona skiptir máli. Bara A for effort. Einmitt. Þetta er benda Þóri Bergs, eigandasnafs, senda liðið á hraðnámskeið á Mými. Íslensku námskeið. Heyrðu, og það verður að vera með sko íslensku námskeið með fókus á veitingageira tal. Ein steik og eitt jack og þú veist, og jack mér þess að enska þannig að þú veist, þetta er bara halva leiðin þú ætti bara að segja 1, 2, þetta er basically læra 1, 2, 3, 4, 5 svo þarf ekki að læra 6, 7, 8 já, þú þarf ekki að læra meira en 8 þegar á 9. þá getur þessi stopp og já, þá getur við bara tekið bara hendina, nei þú erum góður sko, þetta er nei, já og 1 upp í 9. Og borð fyrir, já. That's it. Og má ég sitja við barinn. Alltaf bæti í. Hefur ekki að halda þetta náttúrulega bara. En sko, ég ætla að fara aftur á snapsbráðum. Ég elska umhverfið, en þetta var orðið svolítið iffi. Vissið þú að ég er æskuvinur sonar Þóris? Danna Takifúsa sem er sonu Dóra Takifúsa sem er vinkona mín. Rétt. Hann er nefnilega hann Danni Takifúsa, gulla manni. 2 barnafæðir. Og bara, hann er svo góður. Og 2 barnafæðir. Og 2. Þvist, hann er bara hendi í. Ja, hann er frábær. Leikari og hvað, 1/4 Japani? Já. Eða þú veist, það er svo gott krydd sko. Þú veist, svona Heldur það var ekki gott ef við myndum taka svona heimild með svona Takifúsa. Dóra Takifúsa vill meina það að séu bara 8 Takifúsa eftir í heiminum. Þaraf eru 4 á Íslandi. Og börnin hans Danna. Já, og Dóra er 5 á Íslandi. Það er ekki Dóra bara ætliða? Eða fara með þeim í ferð til Japans. Hefur farið til Japans? Nei, ég vil að mig langar svo að fara til Tókjó. Farið með Dóru? Já. Já, þú veist, það er svona smá svona ferri með Dóru. Já. Þú veist, ef eitthvað. En þarna Kettir með lokal, eitthvað svona alltaf þannig. I'm one with the locals. En þannig að þú ert bara ég er bara brattur og svo átti ég bara helgina bara í rólihittunum Nei, svo fór þetta í New York, hvernig læt ég? Þú fórst í New York? Haldi ég að gleyma því að hafa farið til New York. Þetta er ferðaður maður hérna. Og veðraður. Ferðaður og veðraður. Nei, ég fór, það var nú samt bara að þetta er vinna. Þá er þetta eiginlega bara stuttferð líka. Hitturu á írsku vinnina? Herði, ég hitta þá. En svo gerði ég líka eitt, ég fór með þeim á þarna mexikanska veitingastað sem heitir La Esquinita, við viljum hérna og þetta er yndislegu staður, þannig ég einhvern veginn dró allt fólkið mitt með þangað. Svona stemmingu, margarita ég fekk mér eina margaritu Michelada Michelada svo er þetta bara stutt, en keypti mér iPhone. Keiftir iPhone, maður sjá, ertu ekki búin að vera bara alveg? Búin að vera að flagga. iPhone 17 Pro Max? Pro Max. Oh my god. Grande. Og svæpið búið að vera gott. Svæpið búið að vera gott, það var bara mikið í gangi. Stór skjár fyrir flotta myndir af alls konar. Þannig að þetta var alveg ferð til fjörs og fór þangað í Apple-búðuna. Fór eftir ég að búin að fá með margarítu, bjór og hitta írskuvinnu mína. Þú fórst þarna mjög seint, sagði. Fór í Apple-búðuna á Fifth Avenue sem er opinn allan sólarhringinn. Pældi geðsíkinni. Pældi ég vera á næturvakt í Apple-búðinni. Ég veit það. Ég hugsa að það væri töluvert meiri peningur í kortinu. Það hefði ég keypt mér ýmislegt. Já, mist sig. Það er mikil öryggisgæsla. Já, ég trúi því. Og þú veist, og fólki sem mætir, svona fyrir utan þig kannski, gæti verið helviti tæft. Já. Eitthvað nætur. Ég held að ég hef samt verið tæpa sem aðeins. Svo er það. Þannig að þetta var stemning, en þetta er staðir, ég ætla að finna út, ég ætla að senda á þarna Syndasilli fyrir okkur fáu hlustendur, að fáu fylgjendur þar. Já, á Instagram. Já, á Instagram. Ég ætla að senda nafna á staðnum, að þetta er góðu staður. Já, komið á Instagram. Við erum með fullt af svona tips
þar. Já, við erum að virkja okkur. Við erum að detta í gang. Nú ertu komin síma, allt að gerast. Þannig en þetta var dásalegt. Held í viku, bara eitthvað, taka svona 2 daga, smá New York, koma svo heim og svo smá í gær. Jólastemning í Bandaríkjunum. Það vantar svona jólastemningu heima. Ég er ósammála. Hérna sitja til þessi jólastemningu. Veistu hvað ég labbaði fram hér í gær eftir að ég var búin að sitja með vinkunum minni að því að svo fór ég út í fyrradag og í gær. Pældi því. Þannig að það voru mjög góð nýting á einni viku en ekkert, þú veist, fyrir utan dagdrykkjunum mér. Já, svo fór út á laugardag líka, hvernig læti ég er búin að gleyma öll. Ég hvíld helgina en ég fór út á laugardaginn. Þú hvíld á sunnudeginu kannski og föstudeginu. Ég hvíld á sunnudaginn. Vá, bara eins og Guð vildi. Já, ég fór í mjög skemmtilegt partí á laugardaginn, fór í kaffi, heyrði, nú þurfum við aðeins að spóla þetta. Ok, fyrirgeðu, sorry, það er ádirandur, mikill, ég er búin að gleyma öllu. Ok, þannig að það sem ég gerir sér, að ég kem heim á laugardeginum frá Bandaríkjunum, sem er bara að vinna, og á laugardagsmorgninum, þá var mér boðið, þá býður Brynja Skjaldar vinkonum mín. Og fyrir gestur þáttarins hún býður mér í boð og þetta er svona fransískina hittingur hún og Anton Fons hann er svolítið skemmtilegur legend. Já, ég hef mjög gaman á honum við fórum að spila einhvern tíma hann er mjög skemmtilegur hann er geggjaður svo fórum við saman í kosningakvöld já, vorum að spila það var spil líka heyriði, og þau eru fransískinni og þau eru með svona fransískina hitting góð fjölskylda já Brynja er líka frábær. Brynja er geggjuð og öll fjölskyldana það líka. Skemmtilega. Heyrið, þannig að öll fransískinu eru mætt nema það eru 3 sem eru ekki fransískinu þeirra sem að fá að koma með. Það er ég, Sandra Barilli og Jakob heitir hann. Já, og þetta er bara svona algjör heiður. Já. Og þannig erum við bara partur af þessu fransískinum og þannig að þau bjóða heim og átt að vera eitthvað að spila kvöldi svo verðum bara svo full og já, hvað finnst þér spil? Fyrir í réttir stemningu, já og það þarf að vera þetta moment sem að þarf að nást bara, já, nú byrjum við að spila og það getum að fest í því, sko já þú veist, ef það er stemmari fyrir en ef þú ert orðið fullur það er eitt í þessu líka og ætlar að fara að taka upp og fara að mynda spilið og læra nýtt spil er martröð það er eins og pynting fyrir mig að einhverja útskýra flókið spil og maður er bara eitthvað sötur á bjór ég var ekkert einhverju fyllir með systur minni og frænkum og fleira og þá átt að fara að spila eitthvað spil sem heitir eitthvað Heil Hitler eða eitthvað þannig að byrju Secret Hitler það heitir Hitler did nothing wrong bara geggjaspil það var eitthvað ógeðslega flókið og örgulega mjög skemmtilegt en svo hugsaði bara, heyrðu, ég get ekki förum bara í það sem gerist er að ég er hægt í þessum fransískin hitting með Anton Fons og Brynju Skjaldar og fleirum og svo ég er bara stemning í hópnum og ég fór aðeins út og hitti Raff Svansson, hann var í bænum okkar maður, ég fór, hitti hann í 1 hvítvínsglas, hefði átt að vera fleiri býtu voðalega eru þið eitthvað þægir saman já, en það var bæði að þegar ég var að hlakka sem er að fara aftur í partíð að það var gaman það var svona sidequest já. Og svo voru eitthvað svona það var eitthvað svona vafasamt lið þarna sem ég var ekki alveg að mega heldur á vinstúkunni já. Þannig að ég fór bara aftur í partíð svo er nýkomin aftur í partíð þá vilja allir fara kaffibarinn og ég er bara með allir virðingu fyrir kaffibarnum ég skil stemninguna, ég veit hana ég var í henni en með allir virðingu, ég bara á ekki séns lengur, en fór beið í röð good sport og beið líki röð bara með svo skemmtilegu fólki eiginlega skemmtilegasti parturinn var að bíða röðinni og hún er komin aftur, hún var ekki hún stoppaði, hún er svo sannarlega komin aftur það er langt, það er aldrei síðan kaffibarinn er bara búin að vera að pick up hella alltaf mikið sko og ég fagna því ég meina kaffibarinn á að vera þetta legendary þú veist, atrið sem þetta er eða var en svo 2015-16 það sem er og gerist sem það var ekki gott en þá datt hún eiginlega niður fyrir COVID og var eiginlega hættur að einhverju leiti finnst mér en ég var líka sem alveg kannski ekkert búin að vera mikið þar heldur það var aldrei röð, það voru bara túristar eitthvað í Úlpu að dansa á MDMA það er orðið allt annað sko. þú veist það er ekki
þýsku ferðamaður nýbúin að vera í ísæstum á ferðalagi og að fá sér e-töflu og sko þegar þú lappar inn á kaffibarinn þá lappar inn í dansgólfi þannig að þú verður einhvern veginn að tróða þér í gegnum þannig að það þjóðverja það stemning þar en það bara kannski bara, þú veist, ég á ekkert mikið meira eftir að þessari stemningu en allavega, það sem ég gerist að ég fer samt á barinn fæ mér hitti þar einhver strák sem mannst að því ég ætla að fara í þarna hlaupa já, þetta langa hlaup í fyrra Súlur vertikal wow. ætla að hlaupa 100 kilometra gerða að sjálfsögða ekki herði, hvað gerist? Ég hitti strák, Pétur bara, þakka bara elsku Pétur og Pétur svona, þetta er hlaupari mikill og hann sem sagt hann sem sagt mágur hennar Brynju Skjaldar hann með systur hennar hlaupari en fer samt á kaffibarinn og var í stuði en það sem gerist að ég fór út eitthvað svona ég var að segja svona hálfu ári fyrir þetta hlaup þá ég eitthvað svona fer ég eitthvað út þetta rétt á hann ég tek hálfsins pásuna góði þá fer ég eitthvað út með Haraldara sem maðurinn að Brynju Skjaldar hann skemmtilegur líka hann alltaf res og þarna úr Eyjum og hann þarna við förum saman á Ölstofuna og sittum þar eitthvað og ég eitthvað keðireikja og að monta mig ótrúlega mikið af því að ég sé að fara að hlaupa 100 kilometra. Að stefna í það. Þú veist, á 11. sígarettu og 7. bjór. Þá ég bara, svo ég náttúrulega að fara að hlaupa, svo ég að fara að hlaupa 100 kilometra eftir halvt ári, eitthvað svona ógeðslega ánægð með sjálf. Það líka nóg bara að tala það. Og þessi Pétur sem bara í svona toppformi hlaupari og hann eitthvað, ég var það, viltu ekki hafa makkir með þér og hlaupa? Ég hleyp bara með, ég bara, skráðar í þetta og sko skráningi gældi kostar alveg bara 10 skall per kilometr hann bara on the go skráði sér hlaup og þú hann í feeling eins og þegar þú varst að skráði í tennis þá hefur hann gýraðist þessi gæi og strax fórseti tennisklubsins ég strax kom að fara að taka Ólöf skafta af þessu valdastól sem er ekki svona á bara gangiði vel Ólöf þannig að þarna ég ógeðslega máttinn skráði mig þetta og svo náttúrulega verður ekkert úr þessu hlaupi á mér ég fyrir bara detta aftur í það og bara í stuði og hef ekki hlaupið sko kílómetri nema bara eitthvað smá réttni rúlásvell þú labba rösklega kraftgangan og þarna en það sem að gerist að hann er eitthvað fúllið í mig þessi herramaður þú veist eitthvað, því að hann fór sko hann tók þetta, hann hljóp og hann slasaði sig í hlaupinu Pétur, elsku Pétur heyrði, Pétur hitti ég á kaffibarnum og var hann búin hann er ekki búin að jafna sig ekki búin að æi hann var súr skammaði mig og bara þú ert líkari og ég bara, ég veit sorry ég nefndi ekki að hlaupa 100 kilometra það var mikið búin að reyna að hafa samband við Instagram eitthvað, kemur ekki hlaupi ég náttúrulega langu hættir og þú hefur bara það er svo gott að vera aðtíðhátingasti og ákveða alltaf að fara að gera eitthvað svona því í huganum þá er ég búin að hlaupa hlaupið sérstaklega þegar þú talar það þá líður manni svo vel og ég talaði mikið það í syndaslum svo er ég alltaf að fara að hlaupa 100 kilometra og þess vegna maður ekki að fá sér í glas og eitthvað og nú er ég komin í form og en þetta hlaup ekki þannig að Pétur hann hafði verið skammar að Pétur greið bara á kaffibarnum líka og ég svo ekki vaknaði daginn eftir og ég var í smá mínus yfir þessu því að það sem að gerist að ég hugsaði bara, ég get ekki verið á kaffibarnum lengur þetta er með eitt súran Pétur og einhvern veginn og allir og líka sko hann tók alveg þannig og var bara eitthvað Agnar Smári sem er sko legendary handboltamæður í Val hann var búin að segja að þú myndir ekki gera þetta Emilía, kona mín var búin að segja að þú myndir ekki gera þetta þessi og fórum svona að telja upp nöfn sem var eitthvað sem því hann hafði vist pullar trú á mér svo var hann að telja upp svona ógeðslega mikið magna fólki sem er partur sem ekki þekki mig sem var bara ekki, neina, hann er ekkert að fara að gera þetta hann er ekki að fara að standa við þetta þú veist, verður þú ekki treyst á Svenna þvílík dramadrottning þannig að þú veist, ég var komin svo mikið mínus þetta er langt síðan yfir þetta, mjög langt síðan en hann slasaði sig og þú veist, ég vona hans kannski, en hann ég endaði svo að því að fara bara til góðvinkunum minnar og fekk mér einn drykk með henni bara eftir hvar var það? Bara heimahúsi huggulegt en þannig ég vaknaði smá bömmur yfir þessu og hugsaði, ætti að senda á Pétur svo ég segi, nei, ég ætla bara að vonast til þess að hann hlusta á syndaseli og hann fær bara hér og nú mína afsökunarbeðinni
afsæki Pétur. Ég vona að sé búin að ná sér, sko, með meiðslin. Ég vona það líka, sérstaklega það. Og Pétur bara duglegur, hann hleypur Pétur 100 kílómetra. Já, og ég vona nú að hann hafi haft einhvern í kringu sig þarna til þess að... Já, hann þekkjur allir bransanum. Já, þetta eitthvað svona hlaupadrengur, myndalegur hlaupadrengur. Þessi hlauparar, sko, þetta líka bara ákveðin heimur út af fyrir sig og þarna svona legend sem svona aðalgæi. Já, og þetta þarna óbærilega Mari sem hleypar og gjamar. Óbærilegi Arnar, Pétur, nei, veitur hann. Arnar, Pétur, Svankvít, hvað hlauparinn hann ég fattaði leið og ég sagði þetta var alveg, hann heitir alltaf Arnar og hann svona gæi sem tekur hátt í öllum hlaupum, legendið, vinnur oftar en ekki, en þegar hann vinnur ekki, þá fyrir hann svo tapsár, þá fyrir hann í fílu, segist þér að veikur og einhvern tímann þá hljópa hann bara mjög nýlega, það var eitthvað hlaup Íslandsmeistara mótið eitthvað hann hleypur sko aðeins út af brautinni óvart, hann var dæmdur úr leik og hann vann samt eða eitthvað og hann fór í smikla fílu og þú veist og máli þetta eru hörundsari hlauparar og líka svo hann með svo mikið af fólki sem svona jáfólk í kringum hann og hann bara eitthvað, þetta bara fárulegt og allir bara þetta fárulegt gamliði, þú ert flottur eða skilur eitthvað svona og þetta ótrúlega stór svona menningakimi sem að við bara finnum ekkert fyrir því að einn ástæðan fyrir ég veit þetta að félagin minn svona svolítið í hlaupi og hann hendur alltaf svo slúður í mig og ég eitthvað, Arnar laka til að segja syndasilum frá þessu Arnar veikur í hlaupi það útskýrir þriðja sætið en sko árum fyrir pásu þá ætla ég samt að segja ég er samt búin að ná að fara tæplega 100 sinnum upp á Úlfarsfell síðan í mars á þessu ári þannig ég ætla að gefa mig það og hvað stefnir á? Ég stefni ekki á neitt, sko, ég bara fattaði þetta en ég fór eitthvað svona, þú veist að því merkt eitthvað við, einhver svona strafatrið eitthvað og svo fór eitthvað að skoða þetta og var eitthvað Ertu að strafa? Nei, ég negli ekki aldrei út að strafa gamlis bara læsa fyrir þig? Fyrir mig bara Þú ert ekki að followa fólk og eitthvað followa Stjána það er ákveðin endastöð að missa sig á strafa og svona, þú getur sendt skilabúð eða þú getur svona verið eitthvað það var fínt hlaup strafa bara ekki einhver svona dating ég hugsaði strax framhjá strax þú að hlaupa svona mikið, Ingibjörg, þetta er flott er maður hann að hlaupa með þér? Nei, ég verði á Úlfarsvelli ég tek alltaf 4 hringi Úlfarsvelli áður en mæti vinnuna þetta er óbærilegt lið fullkomlega glatað lið tökum pásu komur aftur Svankvít búin að fá sér kaffi Svankvít komin í kaffi ég í vatni, svolítið boring en ég minna þú í einhverju edrú pásu núna? Já, smá sko það búið að vera fyllir á þér nei, sko aðalega í stúdíó búið að vera mikið að gera og sko, sem söngvari þá getur maður ekkert verið að fá sér bjór í söngtökum bara gítarleikari ef ég var gítarleikari þá myndi ég bara liggja í því, skilur við Talandi það, bara rétt einskot, ég var að horfa ótrúlega flotta heimildamynd sem á RÚV hann sem var í Pink Floyd, hann Syd Barrett hann misti vitið hann tók aðeins mikið sýru ótrúlega sorglegt ég mæli með þessari mynd hann var hellaði töffari sko. hann heitir Syd Barrett einhver remember bara mæli með ég ætla að horfa á þetta RÚV á til að negla út góðu stöf veistu það segi ég sem dagskrárgerða maður sú stofnun stundum geggjuð inniskór og golla manstu, kaffi herðu, sko ég ætla að, sko það gerist ekkert í vikunni ég fór í stúdíó, bara þú veist whatever, en það gerist eða mesta sem gerist í vikunni gerist bara núna frá því ég labbaði að heiman og hinga labbaði Laugaveginn og ég datt í svona feeling svona, ekki bara struns áfram heldur ég var mjög mikið að horfa í kringum mig þetta var ekki atvikið, en þetta var svona á leiðinni ég horfði á Harrys staðinn veist hvað staður það er? Já, sem er á Laugaveginum efst þau eru farin í 5 daga frí, það stóð bara við erum bara vetrafrí það er vetrafrí, og mér finnst þetta svo flott ég veit ekkert um hennar stað og ég veit aldrei farið ánga og ég mun sannlega aldrei stóð eitthvað svona á hvað tímabili þetta verið 27. til 30. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt eins og að henda bara með í gluggan bara hei, við erum frí
bara á Big Pennin bara já og við það svo sjarmerandi sko, en það heimilislegt en svo allt í áfram og sé þarna Farmers Market og fyrir að hugsa þessa klúta sem allir eru með hálsin Óla klúturinn, kýs ég kalla þetta já, sko að labba fram með Farmers Market ef einhver maður myndi klæðast bara fötum úr Farmers Market Ertu búin að Teitur Sjöt okkar maður, hann núna eitthvað svona forseti barþjónaklúbsins og á einhverju rosa ferðalagi með einhverjum herramanni sem er að keppa í þessu Íslandsmeistaramóti já, vörklass það er verið að taka þetta er ekki vörklass okay. þetta er barþjónaklúburinn það eru allar nælurnar einasti maður á þessum stað lítur út eins og sko starfsmaður, eitthvað svona, þú veist 10 ára reynsla á frætis þetta er svo skátarnir þeir eru bara neglís einhverju svona þetta er starfsmaður frætis eða skátarnir það eru allar nælurnar í boði heyrðu og hann er þarna allsætt og líka með eitthvað svona hálsmenn svona eins og forseta hálsmenn já, svona forseta, svona borgarstjóra hálsmenn líka heyrðu, Klifti, hann lítur hann er Teitur, gjamandi með flægara klútin Teitur frábær, pepp með hann, dýrkan geggjaður, taktu klútin að þér Burt með klútin og ég elska að við höfum fengið að kynna einhverja ársatíð íslenska barþjónaklúbsins og djöfull sem við skutum á þessar nælur og eitthvað og það sló ekki í gegn nei, það var lítið húmórinn skutaði pening fyrir það ennþá shit, wow. Geggja gaman að fá svona happy pening svo fucking blankur sko, það er ekki fyndið sko atvinnulaus og flottir, semi en allavega, ég gæti ekki hangið með manni sem klæðist bara fötum úr Farmers Market þetta er, og þetta svona Indiana poncho líka svo teppið, klútur og þetta er ég bugaðist bara við að horfa á þetta allavega ég held áfram og svo ég að labba, ég er komin í göngugötupartin og ég er að labba og ég er með í eyrunum tónlist og allt í einu heyri ég bíp fyrir aftan mig bíl og hann var búinn að vera örugglega fyrir aftan með einhver tíma eða svona, ég veit það ekki af því ég náttúrulega heyrði ekki neitt hann flautar á mig, helvítið og ég sný mér við og ég er smá göngugötu perri ég þoleil ekki þegar bílar eru að keyra þetta þannig að ég hendi smá svona hendur upp svona, göngugöta eitthvað og gæi hann rúlar niður glugganum og er bara eldri kall, hvað djúfis og ég eitthvað, þetta er göngugata og hann eitthvað, sérði ekki skilti hérna, það var þetta eitthvað svona fatlaða merki og ég eitthvað og ég sagði bara, heyrði, mér er eiginlega bara alveg sama, þú þarft ekki að keyra hérna Laugaveginn og hann bara, þetta er sko bara fáralegt og þú ætti bara skammast þín já, ok, ég er komið hot take sko hvað er með? Þú veist, halda áfram samt bara... já, ok, og ég sem sagt segi, heyrðu gamli ég segi, þú ættir nú bara skammast þín sjálfur gamli og hann svona keyrir í fússi og fyndna var og svo tekur hann bara vinstrið upp klappastíðin þannig að hann þurfti svo innilega ekki að taka Laugaveginn þó hann hefði verið með fatlaðamerki þetta er forréttindi blinda skammastu þín held ég að vera kast bara, Guð forðið mér að ég þurfu ekki að setja þetta merki á bílinn nokkuð tíman en sko, að því sögðu þetta er sko, fyrir utan það að þá er náttúrulega búið að rampa upp þessar Reykjavík ég veit ekki tala um að það var sko rampað já, bara flott og nú ætlum ég að koma þetta er spurning þetta er já hana og við skulum setja manna inn á eftir á Instagramið við erum ekki búin að vera hana lengi það er að því ég með teika á þetta ok, þú ert á stað og það er fallara klósett finnst þér í lagi að nota það já eða nei? Já sammála ég heyrði þetta einhver tíma að það sagði einhver, fallara klósett er svo að fatlaðar geta nota klósetti líka en þau geta alveg beðið eins og hver annar þó að þau séu hjólastól þú getur beðið þó þú nú reyndar myndi kannski einhver koma og vera eitthvað já en þú veist þau eru með eitthvað svona viðkvæmara apparat þá hefur ég segið ef þau eru með það akkur er það ekki bara þvæðleikur já að gera og ég myndi vera nýta tækifærið ég myndi fá mig þvæðleik leið ef það væri eitthvað svona hjá mér af því að pældi ég lúksus en er þetta ekki rétt þú veist að þetta þú ert með fallara klósett sem raun og veru bara búið til að það er í stærri kantinum það eru áhöld þú veist það eru stóðtæki og þannig að
þá getur þau bara nota það. Og það er þetta að nota það, en þú veist, svo eru þeir oft í bleium. Það er engin ástæð fyrir því að, þú veist, að það er alltaf að standa tómt og svo eru við bíðandi alltaf í röð, fattur. Og jafnvel, ef þau eru með hausinn, þú veist, í lagi, og nú myndi eitthvað segja, ég væri forréttindablindur og ég ætla að neita fyrir það. Bara leið, bara þú ert að svara bara fólkinu, bara jafnóðum. Og það er eins með þetta, að vera brunandi þú brunar ekki á göngugötu bara því að þú ert með líka sko, P-merki á bílnum. Hann hefði getað keyrt bara klappastíðin. Margar aðrar leiðir. Já, þú veist, og ég lappaði svona miðju götunni, sko, alveg. En sko, með hjólastóla, dæmið, ef þú ert, þú veist, ekki, ef þú ert með hausinn og þetta er bara eitthvað svona lömun, þá náttúrulega bara er auðveldara fyrir þig að bíða ef eitthvað að þú setur, skilur við. Þú vil meina það að þetta sé ákveð komfort. Þetta er bara næs, þú getur fengið, þú færðir ekki sæti, nema kannski í byrjun, þú veist, alveg til að byrja með, en svo setur þú bara og chillar og meðan að Svenni pissar. Og stendur og býður, hugsa sér. Já, og svo þarf þú að standa í spreng. Nei, sko, og svo sagði nú einhver mér að þau væru stundum í bleium, sko. Já. Þannig að þú veist, það getur líka hjálpað. Já. En það veit ég ekki og nú skulum við fara úr þessari. Já, nú skulum við spóla rakleis úr þessari. Ég ætla að biðast afsökunar, bara leið. Það ætla ég ekki að gera. Nei, ekki heldur. Þannig að, já, mér brá svolítið, skammastu þín. Já. Er svolítið svona, en líka varst þú hann íðulega hann þarna sem eitthvað fyrir að hann verið fatt að þú veist eitthvað svona. Nei, hann sagði eitthvað, sjáðu skilti og ég sagði eitthvað, mér er bara alveg sama. Já, það fauk ég hann þá. Já. En hann var samt fúll áður en ég sagði þetta. Ég hefði ekki verið fúll ef hann hefði verið eitthvað, heyrðu vinur, sorry, en ég er að keyra hérna. Hann var fúll, ég var fúll, hann var fúllari. En hvernig með þessa göngugötu þarna? Þú veist að sko, ég hef aldrei orðið fúll yfir því ég sé bíl þarna á þessari göngugötu. Ég hef að ég færi mig bara. Hann bípaði á mig. Það er þegar þú flautar. Hann flautaði, sko. Það er, já. Veist, og ég bara eitthvað, og ég var líka, þetta var svona, ég var 3 metrum frá því að beygja upp klappastíðin, sko. Þannig, en hann var fatlaður og lágreinlág og þú veist, bara God bless him, sko. En ég hendi í skammustöðin á móti og ég sé ekki eftir því. Já, ætlar að lasta þennan fatlaða mann, eða? Nei, hann hefur örugglega svo slæmt. Já, og hann hefur kannski heldur ekki átt góðan dag og eitthvað. Já, og þú veist, og ég dýrka því sé ferðamenn ramba þetta. Þá elska ég típuna sem er komið algjörlega mikið algjört ógeð að ferða mannum sem er bara eitthvað, þegar þú sérð alltaf þú getur alltaf séð hvers konar afisbíl þetta er. Já, þú veist, þetta er Picanto, þú veist, þetta er Hyundai, einhvers konar E1 Duster, þetta er Duster, þú veist og allir þessi bílar og svo sér það alltaf ferðamanninn sem er eitthvað þegar hann búin að fatta hann sé á einhverju þá er einhverju kvíðagasti keyrandi með báðar hendur á stýri og orðið það stressar og hann komið sko allar axlir alveg upp og ég er eitthvað svona fann að skjálfa og þá kemur alltaf ein típa þú veist, Gilbert úrsmiður eða eitthvað og er bara eitthvað nei this is a walk in the street. Þú veist, ég skil panikið, sko, einhverju nýju landi og einhver úrsmiður og öskraði og einhver fatlaði gæi öskraði, þú veist eitthvað. Ég veit ekki hvort að Gilbert sé þannig ekki, en Gilbert, það var gaman að sjá Gilbert með. En sko, en það sem hugsaði líka þegar labbaði Laugaveginn er djúvillig mikið að tómu húsnæði maður. Þú veist, það er bara annarhver, sérstaklega ofarlega, það er bara tilleigu og þú veist, mér finnst svolítið ég veit ekki. Það er erfið tímar. En heyrðu, mér langaði svolítið að taka þess maður leikina. Já. Það var hérna, ég nefndi þetta í seinasta þetta. Það var Reddit umræða, 100 komment. Wow. Mikið, fyrir íslenska Redditi. Það segir hérna, hvaða staður á Íslandi er með verstu gæðin en í senn ógeðslega dýr? Hvað staður á Íslandi er með verstu gæðin en í senn ógeðslega dýr. Ég er með marga staði. Og ég ætla, sko, bara ætla að hafa þetta svona leiklegt, hafa þetta svona eitthvað voða. Þá ég ætla að lesa upp efstu kommentin og þú segir sammála eða ósammála. Ok. Efsta komment, ég byrja efst og ég vinn mig niður. Og þetta er hvaða staðir eru dýrastir en á sama tíma ómerkilegir. Ömulegir. Og ég byrja bara í efsta kommenti. Ok, spenntur. Ok. Þannig að þetta er vinsalast og svo vinn ég mig niður. Hamborgarafabrikan. Það var fyrsta sem ég dætti. Já, sem á öllum Íslendingum greinilega.
Ég fekk mér náttúrulega ribba í hambúrgarna þar, glerharður. Á 7 og 9 eða eitthvað. Já, sko, ég fóð með tengdó. Þau voru með gjafabréf, ein ástæðan fyrir þau fóru, þau glimtu því. Já. Þannig að þetta kostaði þau. Eina fólki sem að leta sér bjóða upp að þennan óþverra eru Vestmannaeyingar. Þau hlusta? Já. Tengdamamman var... Já, ég bara, þetta er alltaf leið. Þú veist, við erum bara að segja það. Ég virði gjafabréfið, veistu? Ég líka, gjafabréfið. Ég myndi fara... Látum okkur bjóða okkur ímislegt fyrir gjafabréf. Ég myndi fara á hambúrgarfabrikuna. Meiri segja hambúrgarfabrikuna. Já, þetta var að sjálfsög grín, kæra tengdó. Hambúrgarfabrikan. TGI Fridays. Sammála. Grillhúsið. Sammála. Langt síðan ég farið þangað. Já, sammála. Er þetta ennþá? Ég fór einhvern tímann, ég og Víkingur fórum einhvern tímann eitthvað glerþunnur að sprengisand á grillhúsið. Enduði bara því að fá okkur nokkra bjóra. Það var sjarmerandi staðsetting, hvað sem er. Þegar Jarlinn var þar. Já. En sko... Allavega, halda fram, já. Hann segir hérna, fór það ekki á hausinn? Og þá segir einnig það, svona semi, þeir eru búin að vera að minka sig niður í einhver take-away stað hjá Smáralind. Ok, já, og það er líka einhver rosa skattatrið hjá þeim, sko, við erum búin að svíkja þetta öllu og bara missa allt og Adesso fór og eitthvað svona. Já, vá, Smáralind. Þeir áttu það. Þeir áttu það. Í alvörinni? Það sem var bara... 11 ára þetta er svíkarhappur. Þetta eru Adesso sem var lokað bara af lögreglunum líka við, sko. Já, einmitt, og eldri borgurum hent út sem var góðs í kaffi. Í miðju krep. Næsta. Rosso Pomodoro. Ég er sammála að þegar ég hef bara einu sinni farað þangað og þetta sökkar. Já. En það er einhver stemning við þetta. Þetta er búið að vera lengi. Já, og þetta eru, þú veist, amerískir ferðamenn og svona fjölskyldur sem eru að ferðast. Þau hata ekki að fara þangað. Þetta er náttúrulega túristagildur. Og þeim finnst þau vera svona authentic Italian place in Iceland. Heldur þau haldi það? Þau halda það, sko. Wow, og þau verður aldrei farið til Ítalíu. Ógeðslega gott plott. Já, en þeim finnst þau vera á Ítalíu, á Íslandi og þetta verður svona ótrúlega stór partur á þeirra ferðasögu. Fólk sem að elskar Ítalíu er smá óbærilegt, sko. Smá last af fólk sem að svona... Sem er eitthvað, whenever my heart goes wrong, I think about Toscana. Og svo postaði myndað Instagram. Og svo kaupaði sko ólífólíu á sko 7.000 kall og eru alveg svo ána með sig, sko. Í staðan fyrir að fyrir bara færi kefti bara þarna Barilla eða hvað sem þau. Fáði bara þarna Filippo Berio. Bara og grjóthaftið. Langbest. Það finnur engin. Chili Filippo Berio ólífólían. Fucking upp að 10. Setur bara ólífa á hilluna. Já. Og færður Filippo Berio. Ég held að maður getur sett marga svona Ítalíu perra í blind tasting á ólífólíu og þau myndu ekki finna munin á neinu. Ég bara 110%. Bara setti Óla og Steinar Vínstúkun í þetta test og þeir hafa ekki hugmynd hvað þetta er, sko. Herru, það er bara... Mínu menn sem eru að halda partí eftir, ég ætla að fara eftir þið eftir. Halda áfram. Óli náttúrulega var gestur og við getum tekið hana aftur í þáttinn og tekið hann í ólífutest. Herru, annan líka, ég var nú skiptinum á Ítalíu og ég svona þekki ítölsku og ofan á allt, þá er Rosso Pomodoro ekki rétt ítalska. Okay. Þau segja Pomodoro Rosso. Þannig að þú veist, það er ákveðið svona red flag eða Rosso flag. Herðu. Förum þangað einhvern tímann, þegar við ætlum einhvern tímann að taka einhver dagdrykki saman. Já. Förum við þangað og leiðréttum þetta og löpum út. Sjáum hvort að þau bara hei afsakið, þetta er Pomodoro Rosso. Tvo ferni branka og svo bara smá komment. Já, og einn Aperol. Já, allavega. Næsti staður á dagskrá. Já, það nefnir nú eitt svona gamlan, Magga á Texas. Já, það er ekki gilt, náttúrulega A-maðurinn látin, B-fyrirtæki ekki lengur til. Já, ég segi hvíl í friði, bara heiðarlegu maður. Maggi var Sauð alltaf hamburgerar? Nei, nákvæmlega, það er bara geggjör. Herru, hlaðan á Miðhraun Lava Resort. Þekkið þú þetta? Vá, hvað þetta er flókið. Já, ég þekki þetta ekki. Næsta, Tres Locos, segir einn. Sammála. Takk fyrir, þetta er maður sem veit. Já, þetta er maður sem veit. Tres Locos er örugglega ömulegasti veitingastæður á Íslandi. Já. Þetta er mitt mat. Þetta er mitt mat, þetta er ekki mat þíns eða annars, þetta er mitt mat. Máli er, að ég segja af hverju. Menn mega eiga mat. Hann er vel præsaður. Ég er ekki einu svona einhvern almennt mexíkons. Þetta er svona amerísk. Þetta er amerísk cuisine, alveg svo Sushi Social. Já. Þetta er svona amerískt atriði og eina atriði sem virkar á þessum veitingastöðum er að vera um einhvern risa bálköst. Já, svona fajitas. Já, og líka fyrir fólk sem á ammali.
að vera sko með eitthvað svona, nú kveikjum á blísunu, nei, veistu það, ég er sammála sem manni, þakkaði fyrir þetta komment 100% rétt. Þetta er Reddit Ef ekki fara bara yfir í næsta Soulmuffin 22 Soulmuffin 22, hann er alveg með þetta. Þú bara kom til heimsó. Herru, Kopar, segir ég. Hefur ekki farað á hversu lengi? Kopar, hvað er Kopar? Hann er niður höfninni, já. Og ég hef alltaf, sko. Ég ætla að verja Kopar smá hér. Já, þau skiptir sem ég farað þarna, Asit og höfnina, mér finnst það bara þú getur hækka prísi smá út fyrir það. Já, auðvitað, útsýni. Já, og Mist, sko, þeir eru með góðan fisk. Ég ætla að segja að Kopar sé ekki þarna. Og þau hafa líka oft verið með þetta 2 fyrir 1 náttúrulega, þú veist að ég grænda það. Þú ert góður í því. Já. Þannig að ég segi nei við Kopar sjálfur. Hérna segir einn snaps. Ég get alveg það máli færi rauk fyrir því. Já, en svo segir þessi gæi líka, hann var seldur í kringum COVID og, þú veist, og þar til núna held ég að það var ekki einn faglærði kokkur unni í eldhúsinu. En núna ert þú að spá comebacki? Ég er að spá comebacki, já og nei, að því að prísin er of hár. Já, kannski skoða það. Prísin er of hár og mér skeiðin ekki mikil. Já. Þannig að vonandi hækkaði ekki verðin, verðbólgan heldur áfram og þá jafnast þetta út kannski. Já, og bara þú veist, mitt. Ef ekki bara vonum það. Vonum það. Hérna segir einn 110. Þannig að seðlabankastjóri sem þarf að breyta þessu. Já, ég held að hann getur bjargað snafs. Það þarf að breyta snafs, ok. Já. Herri, 110% fjallkonan. Já, eða nei. Sammála. Já, þetta er auðvelt. Og er bara öll línan við þetta, við það mengi. Já, þetta er náttúrulega. Sætasvínið, fjallkonan. Þetta er rosalega dýr staður fjallkonan. Já. Og það er sama, þetta er ekki, þú veist, þú ert ekki að fá, þú veist, ekki selja mér í ættagenn einhver treyndýrs hamborgara á 9.9 sem að ekkert, þetta er sama aðjólið sem er á nota í þetta. Þetta er alltaf sama partí, þannig að já. Sumir í þeim kommentum segja sko að hann sé ekki það dýr en kannski er það rétt, ég veit ekki. Sko, já. Mér finnst að þessi staðir sem að þeir eiga bara og með allir virðingu, þetta er náttúrulega bestu veitingum í Íslandi, Múla og Bendó og hafa bara búið sér til veldi sem að þeir eiga bara 100% skili hrós bara fyrir það og alltaf þar á milli. Það finnst mér smá það sem þeir hafa kyrt á og það sem að, sko, lofið sem að þeir fá á öllu svona stöðum er að þeir hafa haldið ótrúlega vel að spöðunum með íslensku mælandi fólk. Já. Og mér finnst það, þú veist, það er alveg út af fyrir sig ástæða til þess að fólk vilji fara aftur og aftur. Já. Þannig að ég skil það vel. Þannig að flott hjá þeim með það. Þess maturinn ekki merkilegur. Nei, ekki fyrir mig heldur. Já. En fólk talar þetta sé allavega en það er alveg, já, og þetta er alveg svona, þetta er svona kynnslók, þannig að fjallkonan segjum nei. Já, segjum nei. Nei, fjallkonan. Já, nei, hann sleppur. Heru, hérna segir eitt safran. Já, samanlá. Já, sama bragð af nákvæmlega öllum réttum. Það er líka minka skamtana, sko. Já. Svo ef ekki fyrirgeði menn þá fyrir það vildi ekki þarna að ég gef mér endurgreitt þegar ég baði einhvern einhverja ömurlegt taco sem eru með. Já. Og þarna og fekk rækjur í stæðan fyrir kjúkling og þetta var einhver megavesen. Já, og þau bara ég segi já. Og þau bara fokkaði þær bara. Þetta er góða listi. Hérna segir Hressó. Sko, núna erum við komin í komment sem eru Hressó enn? Ég held að þessi manneskja sé örugglega að hugsa eitthvað Hressó fyrir löngu síðan. Já, eða núna, sko. Það var ekki ánægð með þetta íslenska partíð. Nei, en núna eru við samt komin í komment sem eru ekkert það vinsæl, sko. American Style, auðvelt. Ég er þetta með smá soft spot fyrir. Sko, ég get sagt þið það, ég datt í það fyrir ekki svo lengu. Alltaf ef ég er svona janúar, februar, þá tók ég þurfti að segja bílinn minn inn í Kópavogi og já, ég þurfti að segja bílinn inn í Kópavogi sem ég lagt við nýbílaveginn, tók strætó upp í Kópavog. Fer einn og datt í það á American Style. Já. Drakk svona 10 stellur. Sóttur ekki bílinn? Sótti alls ekki bílinn. Fekk mér einhverja 2 hamborgara, Víkingur kom og hitti mig og við fórum á Frætis Smáralind og hittum Glæbáminn. Alveg rétt. Þessa sögum á finna. Þannig að American Style finnst mér bara geggjað. Sko ég er með nostalgíu þar og heavy special í gamla daga þegar vorum úlingar, nýbyrjar að keyra. Ég veit það ekki. Já, þetta var gaman. Þetta var skemmtilegt kvöld. Sáttum með Tóna, Glæbámann og fleiri með einhverju fyllir. Vá, alvöru. Geggjað að hitta þetta. Hérna er einn að dissa frönsku staðin hans Frikador. Er hann ennþá til? Hann er ennþá, sko.
þau selja franskar með majónesi, þetta áhugavert ýmskona úrval af einhverju sósum sko, mér svolítið áhugavert hjá þeim að vera bara eitthvað, hei, förum í smá veitingarekstur ég veit, gerum frönsku stað svolítið skrítið finnst mér svona ákvörðun þú veist, allavega þetta eitthvað svona stútult að ferðamönnum þannig að þú veist, ég myndi segja authentic fries já, ég held að ferðamennirnir haldi þessu uppi, en ég held að þetta sé listin sko. Þetta samt alveg góða listi sko. Þetta var skemmtilegu leikur þetta Reddit sko. Þetta líka svona Reddit geggjað já, ég fíla, það allir var svona næs þarna líka sko. en sko ég ætlaði líka að spyrja þau eitt álit og þetta álitsgjafi já, ég svona að taka puls á þér í þessum þætti ok, ég veit gauðra sem fari í veiðiferð sem kannast við og einn gaurinn þar heyrir í mér áður en þeir fari í veiðiferðina og hann sagði, átt þú sveppi sem sagt svona magic shrooms mushrooms og ég beina honum í rétta átt maður þekkir alls konar fólk og svo ég spyr, hvað er það spá? Og hann eitthvað, það er koktelkeppni ætla hann að spæka veiðimennina já wow. og hvað ok, og hann, ég eitthvað, já ok, hvað já, ég ætla að láta þetta í koktelin sko hann að það verður svona óvænt ánægja og við ætlum að vinna pleasant surprise, segi ég og já, þannig að þú guttirar smá, já hann eru menn sem eiga mörg börn og eru ótrúlega basic það eru einhverjir sem eiga eftir að vera hamingjusamir með þetta, svo heldur meiri hlutin verið brjálaði já, og sko ótrúlega svona basic gaurar, þú veist, bara vinna í venjulegum vinnum og eiga börn og fjölskyldur og svona, þú veist, bara mjög basic og allt í hennu, þú veist ætla hann að byrla þeim nema hvað að hann beilar á seinustu stund, hann þorður þessu ekki ég skil það líka mjög vel en það var eitt flugmaður og hann saði eitthvað svona já, svo náttúrulega ég testaði reglulega já, þetta er ekkert sleið í gegn sko. en testaði sveppi í flug já, ég held að þú getur alveg fundið fyrir einhverju atrið þar sko, ég myndi allavega ekki hætta að fá mig sveppi og mæta svo daginn eftir eða 3 myndum eða 4 myndum eitthvað í flug en þetta fannst mér ógeðslega skemmtilega flugfólk, ekki sveppir Þú guttirar ákvörðurna og þú guttirar líka náðu hætti við. Já, ég skil það mjög vel með því, þú veist, þetta er alveg, þú veist, þetta getur við vinslit, þú veist. Og sko, hann var með sko reykvél og sko svona laserljós og blastaði tónlist. Ég bara, ef ég fer einhvern tímann í gott sumafrí, þá bara hafði samband við mig 772-525 viti rest. Þið viti rest. Og þannig að ég... Þetta giskaði rest. Og þegar, já, mjög auðvitað giskaði. Og þannig að ég hafði samband við mig og ég skal koma með þér og fara í þetta reykvélapartí. Já, þú fer í veiðiferðina. Já, spækaði mig veiði maður. Já, og ekki segja mig hvenær. Ekki segja mig hvenær. Bara einhvern tímann í þessari ferð. Það finn ég fyrir breytingu. Já, hefur þú farið í veiðiferðar? Nei, þetta hefur ekki heillað mér, sko. Ég beila alltaf. Já, ég meður verið boðið. Mjög mörgum sinnum. En þetta er einhvern veginn, þetta gerir ekkert fyrir mig. Það er svo mikið stúsi í kringum allt. Já. Sérstaklega, ok, tökum dæmi bara, þú veist, tökum dæmi bara lax, að fara í lax. Þú ert að fara í þessa vöðlur. Það flugveiði. Þú veist, þú ert að vakna úslega snemma. Vakna 6. Eftir fyllir í, notabene. Eftir ekki að bölla fyllir í. Svo ert að klæði einhverju vöðlur, klæði þetta, svo verður mér heitt, mjög öðvitað. Það verður úslega heitt, það þarf að fara úr þessu vöðlum. Þú veist, svo eitthvað svona kannski ætla ég að fá meina síkó og ef mér síkó er til að pakka með þú veist, neðsta lægin á fötunum og það er að fara aftur og þú veist, alltaf sí úr einhverju vöðlum, ég bara skilir þetta. Já, og svo líka veiðir sko, þeir hafa komið úr svo ferð þar sem engin veiðir neitt. Já, einmitt, stemmari. Ég myndi skjóta mig. Og svo ekkert mátt ekki gjamma og hátt, þannig að það fælir í fiskinn frá. Og jafnvel ekki reykja, myndi kannski einhver svona pjúristi segja. Það er mjög margir var einhver, ekki reykja við ána, best að fara við veginn, þannig að þá var alltaf að vaða með vöðlunar eitthvað upp í veginn. Þú veist, og svo myndi ég eitthvað mæta aftur, því ég myndi bara finna mig einhver stól og sitja bara þar. Svo er það gett dýrt. Já. Þannig að okkur ekki bara fara með strákunum í helgaferði í einhverja geggjaða borg. Og það er eins með þarna, það er líka eins með þetta lið sem er að fara, þú veist, á gæs eða rjúpu. Já. Þú veist, þú ert eitthvað svona að labba 10 kilometra. Þú veist, að finna eitthvað svo bara svo bara eitthvað, nei, ég tengi ekki. Já. Mörgum finnst svo gaman bara að drepa held ég. Það sé sport fyrir svo mörgum. Já, þetta er
basic típan sem að býr, þú veist Urriðaholt uppi Urriðaholti og já og fær einhvern veginn útrásina fyrir þessu drepa því að þeir menn ekki að berja konuna og ekkert kynlíf á heimilinu lítið kynlíf, þú veist, þetta er típan sem að fyrir á hóruhús í utanlandsferðinni, í strákaferðinni 100%, þess vegna þorir hann ekki í þá ferð þess vegna vill hann bara vera í kofa með gagnkynniðum vinum sínum hlöryggis og sem mögulega getur orðað einhvers konar klámi og einhverju tímapunkt á fylliríinu kvöldið kannski í neyðinni já, sem er kenni naktir konað spinna nákvæmlega en þarna mér langar að fara í lof og last eftir smá pásu já, eða ekki? Komum aftur herri, við ætlum að fara í smá lof og last já ég ætla að rétta einbröðinu að það er skemmtilega event sem að mig var bóðin á eða viðburður sem er hérna, hann er reyndar ekki fyrir en 7. des en það er samt alveg að gera að tjekka á hann, þetta er vínstúkuna þarf að vera með svona þetta er sunnudegi og þetta verður með svona hádegisveislu stendur í eventum að hætti margra Evrópu þjóða hvað meinaði með því? Ég fatt að það ekki alveg okkur langar svo til þess að blása til hádegisveislu að hætti margra Evrópu þjóða what? Er þetta ekki bara eitthvað, þú veist, blæst ekki bara til veislu bara hádegismatur? Þetta er eitthvað aðeins verið að búa til nú erum við á þessu European Þetta sé ChatGPT texti Nei ChatGPT myndi potið vita að það sé ekki evrósk hefð en kannski er einhver útskýring fyrir þessu mögulega það sem að þriggja mögulega fleiri rétta máltíð þriggja rétta máltíð er borin fram með góðum vínum sem engangur er fáanlega hjá okkur í vínstúkunni við ætlum að bjóða til svona heimilisleir hátíð stemningum með dúkuðum borðum það er flott góðum mat og vínum, þarna er bætt við og vínum og vínum en þó fyrst og fremst með snýstum að fólk koma njóti þess að deila máltíð saman ég sé fyrst og fremst nýtið til ég ætla að koma að njóta máltíð og detta í það já, og svona evróst já, þetta er svona verðilega European ég ætla að mæta með evróst, ég ætla að mæta henni að bláða þetta ég ætla að mæta með svona European flag já, svona ESB-fílingur í þér þetta er þeir eru alltaf mikið kratar já, það er að vera tróða okkur eitthvað svona Evrópusambands skikk með ég hætti við er þetta áróður? Þetta er svona Evrópa-áróður svo mætti Kristján Frost og Þorgerður Katrín eitthvað svona, heyrðu með erindi? Nei, já, evróskri, nei takk en allavega, en verðið stilt í hóf, þetta er 17.9 mann það er allt heila gímótjöð, mat, vín og stemningu ég segi og stemmingu já, sko 17 smá peningur, sko meðalef, þú veist, með mat fyrir hádegi það er sko, já þú veist, á kvöldin, það er einhvern veginn öðruvísi svona hugafar hjá mér allavega í hádeginu en það er glókslega gaman, sko það er stemning, en það er eins og þetta dassi vel á ég efast það já, ég meina, ef maður er að fara að drekka þarna, þú veist, og þú veist, þá kannski getur maður alveg verið að negla í sig þeir eru alltaf stillaverðinu, þeir eru alltaf að selja 1 vínglas á 3 og 5 þannig að þú veist en það er ekki í víninni já, þá getur maður örugglega stólist í svona aðeins meira en hinn já, ég vona, svo myndaði mér það sem ég kann ekki alveg við já, af þetta vínstúku mjög vel uppstilt mynd af þeim feðgum vínstúku feðgunum já, og þannig er þeir með fullt af mat og víni evróskir og þannig er Óli Óla, tróði sér eitthvað svona lítur út fyrir að vera brauðsteng við fyrstu sín já þú veist, eins og þessi svona tróði sér stórin dildó dildó, pulsa sem er svo bara eitthvað svona súrdesbrauð með haldandi vínglasi, mér er rosa blett á skyrtunni fitublett og flagaraklút það er klútur já, þannig að klúturinn þarf að víkja hann púlar hann ágætlega já, Óli reynda púlar flagaraklút en ef það er einhvern sem púlar hann þá er það hann sko. já, rétt og hann er sonurinn gleitt á hann klófið sko, klófpungur já það þarf að fara svolítið varlega með það þetta er svona mennsbrett þetta finnst mér að ljósmyndarinn sem að var þarna við hefði þetta að segja, nú skulum við aðeins draga saman vinnur að þegar sko, þegar þú ert sko gleiður og situr það er einhver stemning á þessari mynd sem ég kann ekki við, ertu sammála? Já, sko, klófið öskrar á mig klófið það gólar á mig hvað getur fólk séð þessa mynd? klófin, bara á þessum sunnudagsmatur og vín já, vínstúkun OnlyFans kallaði sig það er þetta svolítið gott en sko, klófið öskrar á mig mögulega það er ástæðan þetta er evróskur kynlífsklúbbur þetta er kynlífsklúbbur, eins og þetta kom Evrópan inn þarna kom þetta sko þarna eini þá núverandi kynlífsklúbbur það er bara Óli og í feeling það er Óli og sonur hans
og bjóði vislu. Sérstugstamring en alltaf leið. Þegar menn sita gleitt og það er svona, þú veist, og buxurnar fara svona færast ofar. Og sko ég sé munda fyrir. Þá verður sko pungurinn svo vel kramin og augljós. Ég sé alveg munda fyrir þessu líkani. Já, ég meina, hann getur bara Steina myndalegu maður alltaf milli, þú veist, bara flott hjá honum. Og bara við mælum með honum ef hann er einhleipur. Nei, sem hann er ekki, sko. Já, ok. Þetta er bara allavega þessi klúbbur, kynlífsklúbburinn Vínstúkan, alltaf að halda partí 7. des, tekja á þessu. Ég ætla að byrja með lof. Já. Ég ætla bara að henda, ég held ég lofa þessum stað oft áður, en ég ætla bara að gera það. Ég fór að borða þarna á Airwave, svo ég glemdi að nefna það. Forréttabarinn. Alltaf næs. Alltaf svolít. Ég fekk mér hrossasteik. Og hún var svo góð. Þeir eru þekktir fyrir hana. Já, hún er geðveik og náttúrulega humarsúpan. Eigandinn, hann er bara að renna. Já. Það er bara íslensku mælandi. Já. Eða allavega, bara allir tölu íslensku. Já. Og mér finnst þetta bara svo flott, gæðamerkið að eigandinn sé að taka þátt og renna bara með mat og eitthvað. Og góðum matur. Og við byrjaði að walk-in og hann reddaði okkur bara borði og þetta er bara forréttabarinn, lof forréttabarinn búið að kveikja á jólaskreitingarnar komnar á jólaskreitingunni nú er mega jólinn koma nú má fara að dimma á veður flottur er hann Símon þetta er svolítið jólalegu staður það er mjög jólulegt ótrúlega flott lofa það líka já lofa jólastemninguna viður þú með lof Herru, ég er alltaf með eitthvað núgiðislega leðilegt, en allt er góður. Ég ætla samt sem áður að segja að ég lenti í smá atviki á laugardaginn, að þá sem sagt er ég dauðþreyttur á leiðin í þetta partí á Antoine Fons og Brynjuskjaldar, fransískina hitting, og það sem gerist er að ég einhvern veginn sko fatt að það var ekkert eins mikil matur og ég held kannski að það er þarna, sem er last, ekkert snakk í skálunum, en þarna En það sem gerist er að ég ákvað bara að bruna á bílnum og fara að fá mér hamborgara og fer í lúgun og aktu taktu. Gækjuð. Hún getur verið helviti. Skúlagatan. Þegar maður er rétt að skapinu. Besti heimi, ég ætla að fara á það eftir. Gerða. En það sem gerist er að ég lít allt í einu, er ég eitthvað svona, ég ætla aðeins að líta þarna á ljósið á bílnum og að líta á þarna hvað mikið eftir á rafmagnabílum. 5%. Þannig að þú ert komin í klandur. Og nokkar kilometri eftir. Svo sé ég bara lækka, verður svo kallt líka. Fuck. Og ég bara, shit. Og það er ekkert grín ef að svona rafmagnsbíla. Nei, þetta er 200 skall. Það þarf að koma, það er ekki þetta að draga rafmagnsbíl. Kvíðin sem fylgir þessu. Og þannig að þú veist þú þarft að hringi krók. Króku þarf að koma og þeir þurfa að fara með hann, þú veist, upp að næstu, veit það ekki, einhver stað þeirra að koma honum. Ég veit þetta sé mega vesens. Þú getur enda vist alveg kiftir einhver svona, þú getur kiftir svona varadung. Sem er eitthvað sem ég ætti raun að vera að hafa. Já, bara fyrir róna bara fyrir peace of mind. Já, fyrir peace of mind, já. Herriði, en allavega ég næ að koma honum í næsta og við næstu óanstuð. Og er bara ógeðslega með því. Og herra með hamborgaran og hann líka ógeðslega smungur, ekkert búin að borða við daginn. Þannig ég er eitthvað svona bara, þú veist, ég er eitthvað svona að koma honum og hugsa bara svona, fuck it, ég stenda þetta er óanstöðum við Barónstík, við þarna Baróns, þarna í Sundulluna. Já. Heyri, og þannig ég er eitthvað svona, er að borða hamborgaran, búin að setja Pepsi Maxi upp á húddið, eða upp að þakja á bílnum, og er eitthvað svona að mynda snúruna til þess að tróða inn, og svo fer ég bara óen appið, og það bara búm, og það bara kemur eitthvað svona undirbúningi fyrir hleðslu, svo kemur bara stopp. Og ég bara, fuck. Í bara 1% bara... vill ekki hlaða og það kemur vegna ógreita reikninga. Og ég bara, what the fuck hvað er með því? Ofbeldi. Þannig ég eitthvað fyrir heimabankan og ég er með neitt ógreita reikninga en eitt og er bara eitthvað, heyri, ég hringi og það er bara einhver herrama sem að svara mér. Allavega hægt að hringja. Sólarhringsvakt. Það, lofa það. Og hann svarar og ég er alltaf með einhvern hamborgara og hann er ekki, við svona reyna að fiffa þetta, þú getur farið, þú verður bara að hringja á mándaginn og láta leiðrétta þetta sem ég er búin að gera, en að þú getur farið samt inn á eitthvað app.þetta og ég er orðin bara, þetta er fucking vesen. Fucking up. Þú veist, ég stend með hálfvítan hamborgara og það er bara eitthvað, og það er svona, er ég að standa í þessu? Fucking up. Þú veist, eitthvað leiðin, ég átti eftir að fyrir styrtu. Settin e-mail, staðfestingakóðin. Og ég er bara, það er ógeðslega kalt úti og ég er með minn bara með Pepsi Max og það ekki á bílnum, hálflítan hamborgara í einhvernum sko ömurlegum íþróttagalla. Þú veist, það leit út eins og ég væri spýtsali. Já, þú veist, með mitt. Og þarna ég, og
er þetta bara að gjamma á hann, heyriði, hvað gerist? Ég bara appi virkar heldur ekki og það dreigja mig 3.000 skall samt í staðfestingu eitthvað. Já, sem átt að vera eitthvað svona, ég held að sé eitthvað svona tryggingar eitthvað wow. Og ég bara af hverju vill ekki virka og eitthvað svona fer aftur og hringi aftur og hann eitthvað, já, ég skil ekkert og í þessu er ég bara komin í ham og ég bara eitthvað, ég er rétt með einhvern hálflítur hamborgara. Já, þú segir honum það? Já, gott að, með Pepsi Max á þakkinu hérna, þú veist að reyna að hlaða, mér er ógeðslega kalt, ég er alltaf sett í matabóð sem mér er búið í, bara ég get ekki staði, ég er svo heyri alltaf bara eitthvað Svenni og ég eitthvað í fússinu með held af þessum hálfið hérna hamburgara heyri, þá er það Guðjón vinur minn gamall vinur ekki, hann var ekki starfsmaður nei, hann er að labba, hann er að leiðin í sund hann bara Svenni og ég eitthvað, ég ringi þetta smá og er eitthvað, já, hæ, eitthvað og hann eitthvað, heyri, það er ekki sjón að sjá þig og ég bara, nei, það er ekki sjón að sjá þig ef þú bara vissir, skilur við og hann eitthvað, já, hvað, og ég bara, já, ég er með eitthvað ógræð þessi, já, bara eitthvað svo algjör lús er það og hann bara, herri, ég er með svona lykil lykil og ekki bara og ég bara, jú, takk eitthvað, herri, ég borgaði bara fyrir þetta bara gangi ég vel og svo svona farið vel með þig og ég eitthvað það er svo pirrandi að vera þetta var svona ömuleg staða sem ég var í og þannig að ég einhvern veginn fæði þannig óanleikilin frá honum, klára hamburgerum minn og leggast það heim en það sem er að ég var smugli fúsi fyrir þessu og smá botninum að ég hringdi og sagði bara mér senkar svona klukkutíma ég þarf að sitja hérna og drekka 3 light. Þetta er gallin við rafmagnsbíla, vissulega þannig ég þurfti að ná mér niður og þarna hugsaði líka nú er ADHD aðeins svo mikið þegar þarna sko það er alveg aldrei síðan ég fekk að fá sænum ég þyrfti að fara að hlaða. Já. Ég lít fram í því viðstöðulaust. Sko, þannig að loði færi sig Guðjón, lastið færi í raun og veru bróan fyrir að bara fyrir að leifa mann ekki að hlaða. En lof samt fyrir að vera með open solarisvægt og eitthvað þannig að en sko, mér finnst auðvitað er fólk að fara að hlaða og stundum í neyð og mér finnst svo mikið svona gíslataka að vera eitthvað, ef þú skuldar þú fari ekki að hlaða, ákveður ekki bara þú farið að hlaða, en við minnum á þurfa að borga, annars sendum við innheimtu eða eitthvað skilur við, bara svo fólk fá allavega að hlaða þetta er léðilegt en gerum betur heyrðu, ég er með last ég er að fara í jólabóð helgina hjá svona vinahópnum heyrðu, ok, í fyrra þetta er árlegt þetta skilnaði vinnirnir? Já. Og hvernig var mætingi þar? Þú veist bara rétt að innbúra því góð mæting og gömul hjón að mætast nei, sko gömlu konu, fyrirverandi konurna koma náttúrulega ekki já, það er kom ekki, þetta er gauravinhópurinn ég var samt að spæja að láta svona mynda þeim í ramma og svona kerti hjá þeim það er svona virðing en allavega, þetta er með dýrið á hóttinu það sem að og ok, í fyrra þá er pantaði matur hjá ekki Nómi en einhverju sambarilu og þetta er svona jólapakkin hjá þessu fyrirtæki ok, kalkunabringa eða eitthvað sko, ógeðslega þurr það var allt einhvern veginn ömurlegt við hennar mat og ég borða eitthvað smá af þessu og segi fyrra í fússi ég ætla ekki að borða þannig mat aftur, ég er ekki að fara að borga 15 skall fyrir hennar ömurlega mat sko. Þú veist, smá prinsip svo í ár þá var einhver nefnd þarna sem að ég veit ekki alveg með ákveða það að það er aftur svona og ég segi, ég er ekki að fara að mæta í hennar mat sko. ég ætla bara í IKEA í staðinn eða eitthvað og lastið fær þessar ömurlegu svona veislu þjónustu sem gera svona mat ég er sammála með nákvæmlega sömu stemningu alltaf sama shit og það er sko að sko vera með kalkunabringu og að reyna að halda henni heitri í einhver tíma garanteruð þurr bringa svo er eitthvað svona patei og þetta er bara alltaf same fucking shit og ömurlegu matur, ekki góður ógeðslega dýr og ég segi bara nei, last á þetta það er ekkert mál þetta er last á veisluþjónustur á Íslandi í jólamatnum allt í lagi að hafa snittur einhverju fermingu eða eitthvað skilur við en þetta er svona borðhaldsmatur þótt að setja hann sniður en er þetta ekki frekar líka bara þá að lasta vínahópa þinn fyrir að vera bara ekki bara nógu frumlið til þess að gera þetta bara sjálf jú, af því að sko, núna náttúrulega er ég mikill matmaður og ég var bara, þú veist, ég get auðveldlega gert bara fullt af lambalærum þú getur mætt með steikapönnurnar ég geti gert í alvörinni fullt af lambalærum bara low and slow í opninum auðveld misjón mætt bara með það, einhver gerir sæta kartöflur einhver kemur bara eitthvað mjög basic þeir treystu sér ekki í þetta
það er svo mikið vesen. Það er út af því að búið að vera skilnaðarferli. Já, það er það. Það er álag. Og það er álagspunktur mikið. Það er álag og jólálagið náttúrulega, hver er með börnin og eitthvað, þú veist, og það drama. Já. Og þú veist, vonluleg stemming, sko. En líka, þú veist, En ætlar það ekki að mæta? Ég ætla að mæta bara eftir matinn. Komi. Þú veist, bara prinsipmaður, þú ert prinsipmaður. Prinsipmaður. Og þú veist, svo er þetta líka náttúrulega hlaðborð. Þetta er bara sett, þú veist, ég veit það ekki. Og þeir eru allir með einhverja hryllingssögur að einu sinni var eitthvað svona Pálinubóð og fólk mætti bara með eitthvað og það var ekkert skipulag og maður er bara eitthvað, hei já, kannski. Gott, búið bara til þema þá. Bara, já, þeir eru með mig hérna. Þeir eru með mig. Ég get bara sagt hvað fólk á að koma með, hversu mikið magn. Fucking easy peasy, lemon squeezy, Japanese. Þetta eru nöfru veiðimennir sem væri til að homma smá. Já. Joke. Þetta, ég spái, hann er svo mikið af single gaurum að hann gæti endað í einhverju. Hvort opnist eitthvað fyrir. Opnist fyrir eitthvað. 72, þú veist rest. Opnist fyrir raskat. Heyrðu, það er lastið. Þetta er lastið. Ok, þetta er, mér vil spila á þetta. Við erum bara búin að lofa lasta, fara víðan völl. Já, fatlar. Við eigum ennþá svo mikið eftir að lista tala að við bara höldum áfram bara. Sem er fínt að þegar við þurfum að fara að taka mjög auka þætti. Já, þið fylgist bara með og spennandi í næsta þætti. Hvað kemur Svenni með? Mjög spenntur. Ertu að fara að fljúga eitthvað í vikunni? Já, ég er að fara að fljúga smá. Það er raun og verið ekkert viðbörgt hjá mér helgina. Nei. Ég ætla mögulega kannski eitthvað sunn að kíkja og fá mér eitthvað að borða og gera eitthvað næs. Fyrir sjálf mig. Fridays? Já. Að chilla með, glæpa með? Já, ég er að vinna allan, ég er að taka heilan laugardag, alveg bara frá morgni til bara miðnættis. Já. Svona ekki eitthvað layover, cozy. Nei, þannig að það er bara, Já, ok. Þannig að það er ekkert mikið að frétta, en mögulega ætla ég náttúrulega ætla að fara að reyna að fara í klippingu og þegar först, ég nefnilega lendi því, þannig, smá leiðilegt, ég átti að fara í klippingu í dag. Já. Bara snammið morgun. Já. Og fæ frá mínum hárgreiðslumanni og rakara, bara því miður ef einhver kemst ekki. Já, hann var veikur. Eyðilaði daginn minn. Já, þú búin að koma þér í þetta mindset. Já, bara nú verið úslega verið klipptur, ég er búin að vera að safna og ég er ekkert búin að snirta skeggi á mér, þú veist, eitthvað svona upp á bara. Af einhverju fagmanni? Ekki af fagmanni, bara til þess að þú veist að vera bara næs. Svo bara, það er að býða 2 dagar viðbót, er að vinna á morgun, þannig ég verið eitthvað svona ljótunni, þú veist. Já, og líka, þú veist, flugfreyja. Maður vill vera shining. Já, upp á 10. Herra, annars er ekki meira að frétta. Guð bless ykkur. Sammála, blessi hópur.